Komið þið sæl. Þetta myndband er ætlað þeim sem eru undirbúa umsókn um Erasmus+ samstarfsverkefni í menntahluta Erasmus+ áætlunarinnar. Markmið myndbandsins er að kynna verkefnaflokkinn, hvers konar verkefni er að ræða, hver eru markmið umsóknar og skilyrði og hvernig er fjármögnunin. Á heimasíðu Erasmus+ er einnig að finna myndband þar sem farið er yfir umsóknareyðublaðið skref fyrir skref. Erasmus+ áætlunin er mennta-, æskulýðs- og íþróttaáætlun Evrópusambandsins. Sú áætlun sem er í gildi núna nær til ársins 2020. Erasmus+ menntahlutin stendur fyrir fjölbreytt tækifæri til þjálfunar og náms og fjölþjóðlegs samstarfs þróunarverkefni og er skipt upp eftir skólastigum. Það er leik-, grunn- og framhaldsskólar, það er starfsmenntun, fullorðinsfræðsla og háskólar. Í verkefnaflokknum samstarfsverkefni er uppbygging verkefnanna eða umsóknanna næstum því eins á milli skólastiga og því er í þessu myndbandi fjallað samstarfsverkefni í öllum flokkum. Þar sem mismunur er í útfærslu eftir skólastigum þá kynnum við það sérstaklega. Við viljum þó strax vekja athygli á því að í flokknum leik-, grunn- og framhaldsskólar er sérstakur flokkur samstarfsverkefna, svokölluð skólaverkefni. Sérstök umsóknareyðublöð eru fyrir þennan flokk og þau eru að mörgu leyti einfaldari en önnur samstarfsverkefni. Síðan er að sjálfsögðu mismunur á verkefnum eftir skólastigum hvað varðar áherslur, markmið og evrópskt forgangsatriði sem eru skilgreind fyrir hvert skólastig. En hvað eru samstarfsverkefni? Jú, það er samstarf menntastofnana, hagsmunaaðila og fyrirtækja í nokkrum Evrópulöndum sem vinna á ólíkum sviðum menntunar til að stuðla meðal annars að nútímavæðingu evrópsks menntakerfis, að auka gæði í menntun og þjálfun, þróun nýjunga og yfirfærslu þekkingar. Verkefnin styðja við markmið Evrópusambandsins í menntamálum og það er áhersla á gæði, dreifing á niðurstöðum, sjálfbærni og áhrif. Samstarfsverkefni geta verið ólíka stærð og áherslum en í raun að ræða tvenns konar verkefni. Það er annars vegar samstarfsverkefni sem stuðla að nýsköpun. Þessi verkefni skulu þróa nýjar afurðir eða leiðir í menntun og eða stuðla að virkri dreifingu og nýtingu nýrra afurða og afurða sem þegar hafa verið þróaðar. Hinn flokkurinn eru verkefni þar sem fyrst og fremst er miðað við að skiptast á reynslu og þekkingu og hafa þannig að meginmarkmið að búa til og efla fjölþjóðleg samstarfsnet og auka samstarfshæfni og alþjóðlegum vettvangi svo sem innan einstakra starfsgreina. Nýsköpunarverkefnin eru alla jafna stærri en samstarfsverkefni sem miða fyrst og fremst að því að skiptast á reynslu og þekkingu. Þetta helgast fyrst og fremst að því að innan nýsköpunarverkefna er áhersla á þróun afurða og sem kallar á starfsmannakostnað, en í verkefnum þar sem áhersla er á þekkingarmiðlun er ekki hægt að sækja fjármagn til þess að þróa afurðir. Takið eftir að fyrir háskólastigið er eingöngu hægt að sækja verkefni sem stuðla með nýsköpun. Það er mikilvægt að þið áttið ykkur á þeim mun sem er á þessum verkefnum en í upphafi umsóknareyðublaðsins veljið þið tegund og formið breytist í samræmi við það. Það er svo einn annar verkefnaflokkur sem aðeins er fyrir skólasamstarf og er þá miðað við leik-, grunn- og framhaldsskóla. Við köllum flokkinn skólaverkefni. Þau heita School Exchange Partnerships. Og fyrir þennan flokk þá er sérstök umsóknareyðublöð. Þau eru minni og einfaldari samstarfsverkefni og þau eru ætluð samstarf við skóla. En markmið skólaverkefna er að hvetja skóla til samstarfs við skóla í öðrum löndum og þar sem þau eru einfaldari þá henta þau vel nýliðum og smærri aðilum. Það er semst eingöngu skólar sem geta tekið þátt og þeir geta verið allt frá 2 til 6 skólum sem geta unnið saman í þessum verkefnum. Þau geta varað frá einu ári og upp í 2 ár. Reyndar geta þau verið alltaf 3 ár ef nemendaskiptin eru til lengri tíma en 2 mánuði. Fjármagnið er að hámarki 16.500 evrur á skóla á ári en styrkurinn fer að mestu til að greiða fyrir ferðir nemenda og starfsfólks og svo verkefnastjórn. En snúum okkur þá aftur að hefðbundnum samstarfsverkefnum.
en til að sækja samstarfsverkefni þarf lágmarksfjöldi samstarfsaðila að vera 3 lögaðilar frá þremur þátttökulöndum. Undantekningin frá þessari reglu í skólaverkefnum. Ein stofnun sækir fyrir hönd allra þeirra sem ætla að vinna saman að verkefni hjá landsskrifstofu í viðkomandi landi. Ef umsókn samþykkt mun sama stofnun annast verkefnis- og fjármálastjórnun en fjármagni fer allt til viðkomandi stofnunar sem síðan greiðir samstarfsaðilum. Það hægt að sækja töluverða fjárhæð til að vinna samstarfsverkefni. Hámarksstyrkupphæð 150.000 € á ári og fjárhagsáætlun í umsókninni byggð upp á einingum, svokölluðum unit costs, en ekki raunkostnaði. En athugið að stærð eða umfang verkefna svo sem fjöldi samstarfsaðila eða upphæð sem sótt ekki gæðaviðmið. Það eru mörg góð dæmi lítil verkefni sem hafa náð góðum árangri. Verkefnin geta varað frá 12 mánuðum en að hámarki í 36 mánuði, en athugið að það gildandi svolítið mismunandi reglur gildistíma sem þið skuli skoða þegar þið hafið áttað ykkur á hvers konar verkefni best að sækja Ef þið eruð í vafa eða það kom upp spurningar þetta atriði þá hvetjum við ykkur til að hafa samband við landsskrifstofu og fá ráðleggingar og skýringar. Viðfangsefnin geta verið fjölmörg og fjölbreytt. Hér eru nokkur dæmi. Það getur verið að ræða verkefni sem stuðla því að þróa, prófa eða taka í notkun nýjungar eða nýjar aðferðir á ólíkum stigum menntunar eða í þjálfun á vinnustað svo sem nýjar námsaðferðir eða námsleiðir. Geta verið verkefni sem stuðla því að viðurkenna og meta þekkingu, hæfni og færni sem einstaklingar afla sér með formlegum eða óformlegum hætti. Getur verið samstarf sveitarfélaga og skóla til að stuðla þróun nýrra aðferða eða yfirfærslu leiða við að mæta ólíkum þörfum nemendahópa, samstarf sveitarfélaga, skóla og fyrirtækja sem stuðla þróun samstarfs starfaloknu námi, verkefni sem hvetja til frumkvöðlastarfsemi og þátttöku atvinnulífs í menntun og fleira og fleira. Í Erasmus Plus handbækinni á blaðsíðu 289 til 292 að finna dæmi verkefni sem gæti verið gagnlegt að skoða. Einungis lögaðilar geta sótt styrki í áætlunina. Umsækjendur geta verið menntastofnanir og aðrir sem sinna menntun eða koma að þróun menntunar á öllum skólastigum allt frá leikskólastigi til fullorðinsfræðslu. Hér eru nokkur dæmi aðilar sem geta sótt styrk en þessi listi alls ekki tæmandi. Það vert að geta þess hér að val á samstarfsaðilum afar mikilvægur þáttur í mótun samstarfsverkefna. Það sem skiptir mestu máli að þeir sem taka þátt í verkefnunum hafi þekkingu og reynslu á því viðfangsefni sem sótt að þeir hafi sérþekkingu eða reynslu sem aðrir í verkefninu hafa ekki. Þátttökulönd í Erasmus Plus 33. Það eru Evrópusambandslöndin 28, það eru EFTA-löndin Ísland, Noregur, Liechtenstein og svo Tyrkland og Makedónía. Öll löndin eru jafn rétt há. Það skiptir ekki máli hvort þátttökulöndin stendur utan eða innan við Evrópusambandsins. Í stærri samstarfsverkefnum geta þátttakendur einnig verið frá löndum utan Evrópu, það svokölluð partner countries, ef sýnt þykir að þáttaka þeirra auki gæði verkefnisins. Markmið Erasmus Plus áætlunarinnar að styðja við stefnu Evrópusambandsins í menntamálum. Þetta þurfa umsækjendur alltaf að hafa í huga og kynna sér vel þau markmið og forgangsatriði sem eiga við hverju sinni. Erasmus Plus styður í fyrsta lagi við framtíðarstefnu Evrópusambandsins vöxt og þróun til ársins 2020. Sú stefna ber heitið Europe 2020. Í stefnunni í fyrsta sinn í sögu sambandsins sett fram skýr markmið menntun og þjálfun sem eiga að stuðla að efnahagslegum vexti, félagslegu réttlæti og nýsköpun. En markmið Europe 2020 tengd menntun og þjálfun eru þríþætt. Það hlutfall útskrifaðra úr háskóla, það brotthvarf úr framhaldsskólum og ráðningarhæfni nýútskrifaðra. Erasmus Plus áætlunin á einnig að styðja stefnu Evrópusambandsins menntun og nýsköpun. Sú stefna Education and Training 2020 og þar eru sett fram 6 markmið áherslur í menntun til ársins 2020. Skoðum þau aðeins nánar.
Í fyrsta lagi að stuðla uppbyggingu færni fyrir líf og störf og nám alla ævi. Það er að stuðla að jafnræði í menntun, félagslegri samheldni og virkri þátttöku í samfélagi. Að stuðla að opnun menntakerfum með áherslum á upplýsingatækni. Efla stuðning við kennara, starfsþjálfa og stjórnendur í menntun. Auka gagnsæi í menntun og viðurkenningu námsloka og óformlegs og formlaus nám. Og tryggja gæði og skilvirkni menntakerfa. Þegar unnið er að þarfagreiningu fyrir umsókn, sérstaklega stærri verkefna, er mikilvægt að kynna sér þessi markmið og útskýra í umsókninni hvernig verkefnið getur lagt sitt af mörkum við að ná þeim. Að auki er búið að skilgreina ákveðin forgangsatriði fyrir samstarfsverkefni. Erasmus+. Allar umsóknir samstarfsverkefni verða að fjalla um málefni eða styðja við að minnstakosti eitt sértækt forgangsatriði sem skilgreint hefur verið fyrir það skólastig sem ræðir. Og eða eitt forgangsatriði sem skilgreint hefur verið fyrir öll skólastig. 4 til 5 forgangsatriði eru skilgreint fyrir hvert skólastig og sömuleiðis er nokkur forgangsatriði skilgreint þvert á skólastig. Lýsingar á forgangsatriðum eru á heimasíðu Erasmus+ og í handbókinni. Þau eru breytilega milli ára og við leggjum ríka áherslu á þið skoðið þau vel. Það er nauðsynlegt. Skoðið bæði þau sem eru fyrir það skólastig sem þið eruð að vinna með sem á forgangsatriðin sem eru þvert á skólastig. Þá er komið að fjárhagshluta samstarfsverkefna. En styrkir í samstarfsverkefnum eru veittir í einingum, það svokölluður unit costs, með 2 undantekningum. En með því er átt við að ekki spurt kostnað við framkvæmd ákveðinna þátta verkefnisins, heldur er búið að ákveða einingaverð fyrir einstaka hluta. Þannig er til dæmis ekki spurt hvað ferðir á fundi kosta, heldur hversu langt er farið og er styrkurinn miðaður við það. Athugið að það er svolítið mismunandi hvaða styrkir eru í boði fyrir hvern verkefnaflokk. En fyrsti liðurinn er Project Management and Implementation. En undir þann flokk fellur allur almennu kostnaður við framkvæmd og stjórnun verkefnisins sem og kynningar á verkefninu svo sem gerð heimasíðu eða kynningarefnis. Reiknað er með 500 € á mánuði vegna verkefnastjórans og 250 € á mánuði vegna annarra samstarfsaðila. Hámarksuppæð á mánuði eru 2750 €. Næst er styrkur fyrir þátttöku á fundum samstarfsaðila í verkefninu, eða Transnational Project Meetings. En þessi styrkflokkur er í boði fyrir alla verkefnaflokka nema skólaverkefnin. En styrkurinn er veittur í einingum og fer eftir fjarlægð og er notuð reiknivél, svo sem kallast Distance Calculator, sem er á heimasíðunni til þess að finna út fjarlægð á fundin. Ef ferðin er á bilinu 100 til 1999 km er styrkurinn 575 € en ef fjarlægðin eru 2000 km eða meira, þá er styrkurinn 760 €. Ekki er tekið mið af lengd fundar. Í þeim verkefnum sem eiga að stuðla nýsköpun og vinna afurðir er styrkur fyrir vinnuna undir liðnum Intellectual Outputs. Miðað er við fastar upphæðir sem eru mismunandi eftir löndum. Tölur starfsmannakostnað er að finna í Erasmus+ handbókinni. Þeir sem vinna afurðir í verkefninu geta líka sótt styrk til að kynna afurðirnar á viðburðum. Það kallast Multiplier Events. Þessi styrkur miðar við fjölda þáttakanda á viðburðum og er 100 € á þáttakanda innanlands og 200 € fyrir erlenda þáttakandur. Og þá er það exceptional cost. En athugið að hér kemur undantekning frá reglunni að styrkurinn sé veittur í einingum. En undir exceptional cost er stuðningur við verktakavinnu eða kaup á vörum og þjónustu. Og hér er miðað við raunkostnað og er hámarksstyrkurinn 75% af kostnaði og hámark þessa liðar eru 50.000 € í verkefni. Og styrkur vegna viðbóta kostnaðar sem tengist beint þátttöku einstaklinga með sérþarfir miðar líka við raunkostnað. Það er Special Needs Support. Transnational Training, Teaching and Learning Activities eru ferðir vegna þjálfunar og samskipta sem eru hluti af verkefninu.
Athugið að mismunandi þjálfunarferðir eru í boði eftir skólastigum og nauðsynlegt er að skoða hvað er í boði fyrir hvert skólastig í Erasmus Plus handbókinni. Undir þessum flokki eru líka nokkru liðir sem hægt er að sækja styrk í. Það er fyrst að nefna ferðir eða travel, sem er ákveðin upphæð eftir fjarlægð. Svo er það sem kallað er individual support eða uppihald, sem einnig er mismundi og fer eftir því landi sem dvalið er í. Og svo er það special needs support eða viðbóta kostnaður sem tengist beint þáttöku einstaklinga með sérþarfir og hér að ræða raunkostnaði eins og við sögðum áðan. Undir exceptional cost er nú einnig mögulegt að sækja viðbóta styrk vegna ferða sem eru sérstaklega dýrar. Það er þannig að ef styrkurinn hér fyrir ofan dekkar ekki að minnst okkur 70% ferðakostnaðar er hægt að sækja styrk sem nemur 80% af raunkostnaði. Athugið að hér er rétt stiklað á stóru varðandi styrkflokkana. Það er nauðsynlegt fyrir ykkur sem að skrifa umsókn að lesa reglurnar varðandi hvert lið í Erasmus Plus handbókinni. Eina megin reglu viljum við þó benda sérstaklega á, en hún er svo að í þessum verkefnum við reikna með því að þáttakendur í fundum og þjálfun tengist beint þeim samstarfsaðilum sem eru í verkefninu. Það sama á við þá sem að vinna afurðir verkefnina. Þeir skulu vera fulltrúar samstarfsaðila verkefnisins og hafa formlega beina tengingu við þá. Og þá fer að síga á seinni hlutan og komið að mati á umsóknum. En allar umsóknir eru metnar af 2 sérfræðingum. Hver umsókn getur að hámarki gefið 100 punkta í mati og við matið eru það þessi atriði sem hér eru nefnd á glærinu sem eru skoðuð sérstaklega. Lítum á þau. Það er fyrst tenging verkefnis við stefnumið og áherslur ESB eða relevans sem getur gefið 30 stig. Og gæði verkefnis og framkvæmdar eða Quality of Project Design and Implementation geta gefið 20 punkta. Gæði og samsetning samstarfshópsins og áætlun samvinnu geta gefið 20 punkta og síðan það áhrif og dreifing niðurstaðna sem geta gefið alltaf 30 punktum. Lágmarkseinkunn umsóknar til þess að koma til greina að verði samþykkt eru 60 punktar og að minnstakosti helmingur hámarksfjölda punkta í hverjum flokki sem hér er nefndur. Við hvetjum ykkur til þess að skoða vel Erasmus Plus handbókina þar sem farið er nánar í öll þessi atriði. Umsóknarfrestur samstarfsverkefna er 21. mars 2018 og hann er klukkan 10 að íslenskum tíma. Umsóknir aðeins send inn rafrænt og munið að það ákveðin fylgigögn sem þurfa að fylgja með. Ráðgjöf við undirbúning umsókna veita starfsmenn Landsskrifstofu og athugið að það á heimasíðunni form fyrir verkefnahugmynd sem gott að byrja á því að skrifa svo hægt sé að skoða einstakar hugmyndir. Síðan bendum við heimasíðu Erasmus Plus á Íslandi en hún hefur slóðina erasmusplus.is. Við viljum ítreka það umsóknarfresturinn hann rennur út klukkan 10 á morgni. Við ráðleggjum ykkur því eindregið að klára umsóknar daginn fyrr og ekki vera á síðustu stundu. Og gangi ykkur svo vel.